í loftið. Já. Sæl öll og velkomin. Fyrsti fundur eftir sumarfrí, 20. fundurinn, aukafundur svolítið seint í ágúst, þannig að ég vona að þetta komi sér ekki illa við ykkur, hann er svolítið þétt dagskráin hjá okkur. Alda forfallast og við erum að bíða eftir að hennar Slembivalni varafulltrúi komi inn á fundinn. Við erum með 2 erindi frá íbúum sem er bara frábært og ég ætla bara að byrja fundinn. Er ekki allir, ég ætla að taka nafnakall. Jóhanna, heyrir þú og ert þú tengd? Heyri og heyrist. Já, Jórunn, heyrist í þér? Já, ég heyri. Geir? Já, Þráinn er frá þjónustumiðstöðinni, heyrir við þér Þráinn og þú heyrir í okkur? Flott, takk. Þá vindum við okkur í fyrsta dagskrárlið, það er heimild til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands í sveitarfélögum, notkun fjarfundabúnaðar. Við erum farin að þekkja þessa heimild þessi síðustu misserin og þetta er lagt fram hér með til þess að geta unnið eins og við erum að gera núna. Næsti dagskrárliður er kosning í íbúðaráð Breiðholts. Það er hún Jórunn sem kemur inn fyrir Egil formlega, þannig að það tilkynnist ykkur hér með. Bara velkomin Jórunn, hlökkum til að fá að vinna með þér. Takk fyrir, sömuleiðis. Þá er það þriðji dagskrárliðurinn. Það er bréf sem er lagt fram frá umhverfis- og skipulagsstjóra vegna auglýsingar á tillögu aðalskipulags Reykjavíkur til 2040. Þetta er í rauninni verið að kynna okkur auglýsingu sem búin að standa yfir núna í sumar frá 21. júní til 23. ágúst og í rauninni eru breytingar á tillögum sem voru auglýstar fyrir áramót. Þessu tengdu erum við með innlegg frá íbúa. Það var Gunnhildur Karlsdóttir sem vildi koma inn hér með sitt innlegg og ég bara ætla að byrja að þakka þér fyrir, Gunnhildur. Og bara gott að þú gast komið og sýnt þessi sjónarmið og þessi glærisýningu sem þú ætlar að kynna. Þannig að ég bara býð þér velkomna og ég býð þér á þig líka að taka vel á móti Gunnhildi. Þannig að Gunnhildur, ég ætla bara að gefa þér orðið. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Takk fyrir að leyfa mér að koma á fundinn. Ég heiti Gunnhildur eins og Sara sagði og ég er íbúi í Neðra Breiðholti og ég kem fram fyrir hönd íbúa sem hafa áhyggjur af breytingatillögu í aðalskipulagi Reykjavíkur varðandi Mjódd og Norður-Mjódd. Og ég ætla að deila með ykkur nokkrum glærum. Sjáu þið þetta ekki? Jú. Já, flott. Við íbúar í Neðra Breiðholti höfum áhyggjur af breytingatillögu í aðalskipulagi Reykjavíkur sem varðar Mjódd og Norður-Mjódd. Sem þetta svæði hér, rauðmerkt, sirka frá Breiðholtskirkju og fram yfir Aktu Taktu milli Reykjanesbrautar og Stekkjarbakka. Tillagan gerir ráð fyrir byggð í flokknum 5 til 8 hæðir. Við teljum þetta of hátt og viljum að byggingar á reitnum séu lækkar í flokkinn 5 hæðir og undir. En af hverju óska íbúar eftir að lækka leyfða hæð bygginga í Mjódd og Norður-Mjódd? Ástæða 1. Þetta er ekki í samræmi við aðalskipulag. Í aðalskipulagi Reykjavíkur stendur: hæðir húsa skuli almennt ákvarðast af hnattrænni legu borgarinnar, náttúrulegri umgjörð hennar, sögulegu byggðamynstri, gatnaskipan og rýmismyndun og yfirbragði aðliggjandi byggðar. Eins og sést vel á þessari mynd þá er aðliggjandi byggð öll með byggingum sem eru 3 hæðir eða lægri. Eina undantekningin í Neðra Breiðholti er Þangbakkinn.
Seljahverfið að sama skapi lágreist fyrir utan eitt frávik, Árskóga. Meira að segja Kópavogur sem liggur á Mjóddinni lágreistur. Ástæða 2. Forsendubrestur miðað við hönnun núverandi byggðar. Skipulag raðhúsa, vestanverða stekkja og hluti U-blokka hallar á móti vestri og fá húsin við það útsýni yfir næstu hús og kvöldsól. Raðhúsin eru langflest hönnuð þannig að stofan höfð á efra hæð vegna þessa. Útsýni mun skerðast verulega ef byggt verður yfir 3 hæðir í Mjódd, hvað þá 8 hæðir, og nýja byggðin mun loka á kvöldsól allt árið kring. Tillagan því forsendubrestur með við skipulag hverfisins og hönnun húsanna. Og svona til gamans bara mynd sem við tók að Svölunum hjá mér í seinustu viku og þetta hverfur algjörlega ef að tillagan gengur í gegn. Ástæða 3. Skuggavarp af 5 til 8 hæða byggð. Íbúar hafa áhyggjur af skuggavarpinu sem byggð í Mjódd gæti myndað. Hér má sjá dæmi skuggavarp ef 8 hæða bygging kæmi við Stekkjarbakka. Þá mun skuggavarpið líta svona út í mars og september. Og við sjáum stekkina þarna fyrir ofan og raðhúsin fyrir neðan. Skugginn byrjar að fara yfir neðstu raðhús og stekki milli 3 og 4 og farin yfir öll raðhús og hluta stekkja klukkan 19. Svo sjáum við skuggavarp sumartíman og þetta aftur stekkinni fyrir ofan og raðhúsin fyrir neðan. Þá skugginn fallinn á neðstu hús milli 18 og 19 en í dag erum við með sólina þangað til hún sest. Ástæða 4. Samanburður við önnur hverfi tengdum borgarlínu. Eins og sjá má á þessari mynd verið að þétta byggð í kringum borgarlínuna. Kjarnastöðvar borgarlínu, merktar þarna með bláu, eiga að hafa mesta nýtingu á hvert fermetri lóðar. BSI, Lækjartorg og fleiri eru kjarnastöðvar, en í flokki 5 hæðir og lægra í stefnu hæðir húsa eins og sést á myndunum til vinstri. Mjódd ekki skilgreind sem kjarnastöð, heldur minni stöð með minni kröfur nýtingu á fermetri lóðar. Þar með ætti ekki vera þörf á 5 til 8 hæðum á minni stöðum eins og Mjódd. Auk þess eru flest innstig í strætó á dag nú þegar í Mjódd, eða 4.000 talsins, en til dæmis á Hlemmi eru þau 3.400 á dag. Miðað við þetta ætti ekki að vera þörf fyrir 5 til 8 hæða byggingar í Mjódd. Ástæða 5. 53% aukning á íbúðum í grónu hverfi. Það í lagi? Í dag eru allar íbúðir neðra Breiðholts tæplega 1.500. Áætlað að byggja 800 íbúðir í Mjódd og Norður-Mjódd. Það samsvarar 9 þangbökkum eða yfir 16 U-blokkum. Með svona mikilli fjölgun íbúða mun álagið á innviði hverfisins aukast. Breiðholtsskóli, leikskólanir, heilsugæslan og svo ekki sem minnst á gatnakerfið. Umferðin ærin fyrir. Við höfum safnað undirskriftum íbúa sem eru sammála að vilja þrýsta á lækkun byggingarhæðar í Mjódd. Af þeim íbúum raðhúsanna og vestanverða stekkja sem voru heima við undirskriftasöfnun skrifuðu 96% undir. Fleiri íbúar hverfisins hafa óskað eftir að skrifa nafn sitt á listan. Undirskriftalistinn verður sendur á Reykjavíkurborg. Í upphafi átti að vera almenningsgarður á svæðinu í Mjódd. Seinna var fallist á byggð lægri bygginga og við íbúar erum spennt fyrir að fá fallega uppbyggingu í Mjódd og Norður-Mjódd en hún verður að falla að hverfismyndinni og vera í samráði við núverandi íbúa hverfisins. Við viljum halda nýrri byggð undir 5 hæðum og skoðum hér með borgaryfirvöld að sjá til þess að svæðið fái skilgreininguna 5 hæðir og undir í bindandi hluta aðalskipulags í stefnu hæðir húsa. Einnig óskum eftir stuðningi íbúaráðsins í þessu máli. Bara ég þakka fyrir áheyrnina. Takk fyrir Gunnhildur. Það var fín yfirferð hjá þér. Ég ætla nú bara að bjóða ráðsmönnum að koma með spurningar ef þið hafið einhverjar spurningar.
Er einhver sem að, já, Jóhann ykkur, gjör svo vel. Má maður bara segja vá. Ekkert smá vel unnið, Gunnhildur. Ótrúlega flott hjá okkur. Kærar þakkir, takk fyrir að leyfa mér að koma bara. Mjög frambærilegt, virkilega flott. Takk. Ég ætlaði samt að upplýsa ykkur við þegar að frumdrögin voru í kynningu fyrir jól, þá var íbúðaráðið sendi inn umsögn, þá voru viðmiðunarhæðir 9+ hæðir og við óskuðum eftir því að það yrði undir 5. Þannig að ég átti vona, þannig að við breytum okkur ekki þaðan eða úr því sem að við töldum þarna í haust eða mér minnir það að vera í desember. Ok, þannig að þið eru rauninni sammála þessu sem að hefur komið fram hérna. Já, ég það allavega, sjálf persónulega. Já, Ágústa, gjörðu svo vel. Bara takk kærlega fyrir kynninguna, mjög vel flott unnið hjá okkur og ég er sammála því sem þið eru að kynna þarna. Og styð það. Erla, þú varst velkomin Erla, gott að sjá þig með svona skjótum fyrirvara. Þú varst búin að rétta upp hönd, hefur þú eitthvað við þetta bæta eða athugasemdir? Ég ætlaði að segja nákvæmlega sama bara. Mér finnst það rosalega vel unnið hjá okkur og bara ég er hrósandi fyrir það. Og já, ég styð þetta fyllilega. Takk fyrir. Já, ég var búin að senda ykkur tölvupóst í morgun með drög að bókun og umsögnina sem að ég var búin að var unnin. Ég veit ekki hvort þið náðu að lesa þetta yfir. Þannig að ég, varandi bókunina, þá ætla ég að lesa hana. Fulltrúar bara óska eftir því að þið kannski bara láta mig vita ef þið hafið eitthvað breytingu á orðalagi. Fulltrúar íbúar Breiðholts leggja fram svohljóðandi bókun. Fulltrúar taka undir áhyggjur íbúa lúta að hámarkshæðum húsa í Norður-Mjódd og ítreka að tekið verði tillit til athugasemda ráðsins viðmiðunarhæð bygginga í Norður-Mjódd að hafa hæðamörk undir 5 hæðum. Sú hæð í samræmi við nærliggjandi íbúðabyggð Bakka og Stekkja mun fyrirvarinn sem fylgir í tillögunum hækkun allt að 2 hæða til viðbótar halda sér óbreyttur. Þannig að hámarkshæð á svæðinu verði 7 hæðir í stað 9 eins og í núverandi drögum. Það sem var í rauninni breytt á milli tillögunar sem var í rauninni kynningar sem við fengum í haust, það sem núna í rauninni lækkunin var úr 9+ hæðum yfir í 5 til 8 hæðir. Þannig í tillögunum sem núna 5 til 8 hæðir en ekki 9+. En það fyrirvari sem settur, sem skarast á milli 2 blaðsíðna í gögnum sem fylgja þessari auglýsingu að það sé heimild fyrir allt að 2 hæða auka hæðum eftir hentugleika. Þannig að ef skiljiði mig. Þannig að Ég skilji, en ég held að þessi setning ég senda reyndar í tölvupósti sé eitthvað óskýr. Þetta síðasta, mun fyrirvarinn og svo framvegis. Já, mun fyrirvarinn, já, en sko fyrirvarinn ef hann sem með gögnin við hliðina, ég vísa í fyrirvarann í umsögninni. Ok, en kannski þetta orðalagið sem eitthvað bóið það. Já, hvað viltu? Ég er sammála, mér finnst það óskýrt. Já. Ég skil ekki alveg nefnilega. Nei, hvað viljið þið þá, við getum svo sem hugsað þetta meðan á fundinu stendur og þið getið sent, hugsað að skrifa hugmyndir að breyttu orðalagi þannig að þetta verði skýra meðan fundurinn Sara, má ég bæta einu við? Já. Það tala þarna bara Norður-Mjódd en ætti ekki vera Mjódd líka? Norður-Mjóddin í rauninni svæðið, sko, í umsögninni sem að mér langar líka að lesa fyrir ykkur, sem ítarlegri, hún í rauninni, kannski, já, ég segi drög umsögn sem ég ætla eiginlega að leggja til atkvæðagreiðslu hjá ykkur. Má sjá í kynningagögnum aðalskipulagsins á blaðsíðu 80 til 81
eru myndir af viðmiðunarhæðum húsa í Norður-Mjódd á korti. Langstærsti uppbyggingarreiturinn í borgarhlutanum samkvæmt skipulagi í Norður-Mjódd og má því ætla að flestar af íbúðunum muni rísa þar auk þeirra þjónustu og atvinnustarfsemi sem þar fyrir. Sjá má mynd 6 að hæðir húsa í Suður-Mjódd tvískipt. Þetta sem bara skjáskot úr gögnunum. Svipað og hún Gunnhildur var með áðan, nema bara ekki alveg, Suður-Mjóddin sést ekki alveg, en það þarna smá sneið sem sjáu þar sem gult og það sem appelsínu gult með frá Reykjanesbraut, ef þú skrollar örlítið niður Heimir. Á næstu síðu. Svo ég geti haldið áfram að lesa. Já. Var hann eitthvað föst? Hvaða? Þetta meira umklæðina. Já, það í... Býtum við, nú datta út. Já. Í Suður-Mjódd nær Skógarseli tekur hæðin mið af Seljahverfinu og skógum sem sem sagt guli liturinn, en nær Reykjanesbraut á sama svæði hæðin hærri eða 5 til 8 hæðir sem appelsínuguli litur. Í núverandi tillögum það sama hæð og skilgreind á svæði Norður-Mjóddar, sem sagt norðan Breiðholtsbrautar, eða 5 til 8 hæðir. Þessu mótmælir íbúaráð og vill að horft verði til núverandi byggðar sem liggur meðfram Stekkjabakka að hæðin verði tekin niður undir 5 hæðir eins og gert í Suður-Mjódd. Á blaðsíðu 80-81 eru fyrirvara setti niður með hækkun húsa alltaf 2 hæðir til viðbótar við þær hæðir sem fyrir eru, sem sagt samtals 9 hæðir. Sú hæð skilgreind sem háhýsi, en í kafla sem fylgir gögnunum segir að bindandi ákvæði hæðir húsa á helstu þróunarsvæðum, íbúðabyggðar og blandaðar byggðir eru sett fram á mynd 6. Stefnan taki mið af sögu borgarinnar og hefðum, yfirbragði núverandi byggðar og sjón ásum til kennileita, náttúrulegra og manngerða. Öll svæði þar sem til álita kemur að reisa háhýsi eða ný kennileiti í borginni verður að skoða í samhengi við umhverfi sitt og setja gæðakröfur útlit þeirra og tilgang. Skýra þarf í hverfis- og deiliskipulagi tilgang háhýsa og kennileita hvað þau leggja til fyrir nær- og fjærumhverfi, ásamt því að tryggja samspil nýrra og núverandi kennileita. Við gerð hverfis- og deiliskipulags og við mat á einstökum byggingarumsóknum skal ávallt leggja til grundvallar stefnu hæðir húsa. Eftirfarandi markmið og leiðarljós eru sett fram að lágreistbyggð einkenni Reykjavík og bera virða þar. Varðveita skal ýmis sérkenni úr þróunarsögu borgarinnar og skerpa þeim sérkenni sem mest hafa. Hæðir húsa skulu almennt ákvarðast af hnattrænni legu borgarinnar, náttúrulegri umgjörð hennar, sögulegu byggðamynstri, gatnaskipan og rýmismyndun og yfirbragði aðliggjandi byggðar. Einungis 1 íbúðarhús á umræddum reit sem flokkast sem háhýsi. Það Þangabakki 8-10 sem eru 9 hæðir með 72 íbúðum. Margföldun og fjölgun íbúða með óbreyttu viðmiðum hámarkshæðir eðlisbreyting byggðarinnar og henni mótmælt. Ekki hægt að bera saman 2 staka 9 hæða íbúðaturna við þétta byggð með sömu hámarkshæðum. Vestan við í næsta nágrenni Norður-Mjóddar og í sama skólakerfi eru neðanverðir bakkar og stekkir, þar sem að finna raðhús og einbýlishús á 1 til 2 hæðum. Mikilvægt að hin nýja og breytta byggð í Norður-Mjódd taki mið af yfirbragði aðliggjandi byggðar með tilliti til hæða bygginga. Með því má minnka áhrif skugga nýju byggðarinnar á eftirmiddags- og kvöldsól núverandi byggðar auk þess sem hin nýja byggð mun með lækkuðum hámarkshæðum í samræmi við almenn viðmið nýbyggingi Reykjavík sem eru 2 til 5 hæðir tengjast betur núverandi byggð og skólahverfi Breiðholtsskóla. Benda má einnig á að viðmið viðaukans gæði íbúðabyggðar á blaðsíðu 84-85 í gögnunum þar sem má sjá áhrif þéttleika og hámarkshæða á sólarljós og gæði komandi íbúðabyggðar. Það því eindregin ósk ráðsins að horfseti núverandi byggðar samhliða Stekkjabakka eins og gert í Suður-Mjódd að tekið verði tillit til markmiða og leiðarljós aðalskipulagsins og hámarkshæð húsa á umræddum reit í Norður-Mjódd verði undir 5 hæðum. Og fyrirvarinn sem settur fram í tillögunum haldi sér óbreyttur. Þannig að þetta það sem að ég, hafið þið einhverja orðið laust?
Mér langaði að spyrja bara þegar þú tala Norðurmjót, ertu þá að tala sko því að ég hugsa Norðurmjót sem Garðheimareitin. Já, Þú veist ekki að standa mjótt og Norðurmjót, eða? Já, Norðurmjót í rauninni nær að Breiðholtsbraut sem norðan við Breiðholtsbrautina ef maður horfir á... Já, sem frá kirkjunni og alveg aktutaktu. Já, í rauninni frá Breiðholtsbrautinu og alveg aktutaktu. Já, ok. Hefur einhver spurningar? Já, ég var búin að rétta upp hönd á það. Já, fyrir ekki að ég sá þig. Gjör svo Allt í góðu. Til Gunnhildar, ræddu íbúarnir eitthvað svona varðandi þessa viðbót yfir höfuð? Það alveg svona almenn sátt annars með bara 5 hæðir og undir til viðbótar? Okkur finnst 5 hæðir mjög mikið og þetta fer náttúrulega allt eftir hvernig verður byggt á þessu reit og hvar byggingarna verða staðsettar. Þú veist, við erum með tré mun fyrir neðan neðstu húsin sem skyggja á sól nú þegar, þannig að okkur finnst þetta bara 3 ættilega vera max. En þú veist, flokkurinn 5 og undir, þannig að við byrjum þar og en við viljum sjá þetta læra. Ok, takk. Annars fannst mér þetta bara mjög flott umsögn. Spurning sagt með þennan punkt ef íbúarnir eru ég myndi hugsa þetta enn lægra. Eða hvort að ég setja fyrirvara þá að fá að sjá aðra teikningar eða þegar það liggja fyrir. Já, en Jóru, þetta þetta aðalskipulag, þetta rammin utanum síðan seinni koma deiliskipulag fyrir hvern reit fyrir sig og þá meiri vissa hver hæðin verður á þeim tiltökum reitum sem að verða þá vantarlega setti bara í auglýsingu þegar þeir verða tilbúnir. En þetta rauninni rammin utanum þetta svæði. Einmitt. Já, þetta bara mjög flott svona í því tilliti, þá þetta bara mjög flott umsögn. Ég til ég vera með þínu með sem múið að lesa upp Sara. Já, eru fleiri, eru fleiri sem hafa athugasemdir eða vilja koma með eitthvað innlegg, annars ætla ég að bera umsögnuna Já, Ágústa, gjörðu svo vel. Jóhanna. Ég ætlaði bara aðeins, getur skrolla aðeins upp aftur þannig ég sjá aðeins þarna byrjunna. Hann að vinna í því, þetta högtir eitthvað hjá okkur hérna. Já, ok, fara aðeins, ok. Fara aðeins neðar, þetta var eitt sem ég velti hvort ég myndi rétt. Já. Ok, aðeins neðar, sorry. Já, ok. Já, þannig að ég vildi bara vera alveg ljóst þetta á við allan reitin að sé 5 og undir. Já, eru fleiri en Ágústa sem hafa athugasemdir eða vilja koma innlegg, annars ætla ég bara að leggja þetta undir atkvæðagreiðslu fundarins, hvort þið séu samþykkt að senda inn þessu umsögn. Ég var með upprétta hönd. Já, fyrirgeðu, Jóhanna, ég sá þig ekki, gjörðu svo vel. Það sem ég vildi bara, það er ekkert rosalega mörg ár síðan að Bónus sótti að fá að vera með verslun á reitnum. Skipulagsyfirvöld sagði að það kæmi ekki til greina þar sem að gatnakerfið réði ekki við slíkt álag. Erum við bara að gera ráð fyrir að aðalskipulagið gerir ráð fyrir breytingum á þessu eða er þetta breytt forsenda? Mér finnst þetta eitthvað svona pínu. Já, ég bara velti fyrir mér, þurfum við að taka þetta fram eða ef við bara bíða og sjá með við núverandi stöðu þá ræður þessi reitur ekki við neitt mikið meira en ríkið og Garðheima, hann ræður ekki við neina íbúðabyggð, sko. Með gatnakerfið. Já, en auðvitað náttúrulega borgarlínan, við erum í næsta fasa í borgarlínu þannig að hún vantarlega sjáum við, þetta náttúrulega aðalskipulag breyting í rauninni, við erum að þetta svona borgarmynd næstu 20 ára til 2040. Þannig að við getum gert ráð fyrir því að borgarlína í öðrum fasa sem hún á að koma í Mjódd í kringum 2029-30.
Þannig að það ekki í rauninni, þetta í rauninni bara ramminn utan svæðið. Síðan næstu 20 árin verða síðan breytingar á svæðinu, lóðirnar verða teknar hver eftir annari og þá væntanlega þetta allt í tengslum við uppbyggingu á svæðinu og þessu neti sem borgarlínan gerir ráð fyrir í Mjóddinni. Já, eru fleiri sem að vilja leggja orðið? Nei, herru, þá ætlum ég bara að bera þetta undir ráðið til samþykktar. Eru þið samþykkt þessari umsögn? Vil ég rétti pend? Herru, samþykkt einróma. Yes. Þið ættu eitthvað að hugsa að koma með eitthvað orðalagsbreytingar á þessari bókun, þá bara á ég vona því tölvuposti frá viðkomandi. Já, er Jórunn dottin út af fundinu með það? Nei. Nei, ég er hér. Já, flott, fyrirgefðu. Ok, þá er þetta samþykkt. Flott, þá vindum við okkur í næsta dagskrárlið. Það er við fáum hérna 2 gesti. Er ég... Hver skipulag? Já, er ég betið að fara undan? Já. Þá bréf, já, fór fram á mér, bréf umhverfis- og skipulagssviðs dagsett í lok júní vegna auglýsingar og tillögu á hverfisskipulagi fyrir neðra Breiðholt, Seljakverfi og efra Breiðholt. Má ég stjórnin í áður við lokum, við erum búin að loka aðskipulagsstundum. Það er framlengdur frestur til 31. ágúst bara fyrir íbúa sem kunna vera að hlusta til athugasemda. Já, ok, það er gott að vita það. Það er bara að hvetja íbúa til þess að senda inn ábendingar með aðalskipulaginu, þá væntar hvað því 31. ekki til 23. eins og er í auglýsingunni. Ok, þá er það því hér með komið á framfæri. Þá er það hverfisskipulagið, við fengum auka fund og kynningu á þessum útfærslum í júní, við vorum með auka fund, það var kynning í göngugötunni Mjódd sem var mjög vel sótt, Borgartún tók síðan við og þar er sýningin ennþá. Ég vil nú eiginlega bara hvetja Breiðhyltinga til þess að koma með ábendingar og umsagnir eftir því sem að þeir telja svo. Annars held ég að við þekkjum hverfisskipulagið orðið mjög vel. Þetta er búið að vera löng ganga sem við erum búin að fara í gegnum og bara einstaklega, tala fyrir mig, bara einstaklega ánægjulegt að sjá hvernig hverfið mun þróast næstu árin. Ég var búin að gera drög á bókun sem er undir þessum lið. Eru þið með einhverjar athugasemdir eða viljið þið koma einhverju á framfæri undir hverfisskipulaginu? Við rétta bara upp hendi. Við erum búin að ræða þetta svo sem á nokkru fundum fram og tilbaka. Já, Ágústa, gjörðu svo vel. Geturðu varpað bókunni bara aðeins á skjáinn aftur? Ég get lesið hana líka. Hún hljómar svo þessi drög. Það er ánægjulegt að hverfisskipulag Breiðholts sé að loka metrunum eftir langt og ítarlegt samlagsferli og að til verði ný skipulagsáætlun fyrir gróið og gott hverfi. Breiðholtið verði sjálfbært, vistvænt hverfi með bættri þjónustu, fjölgun íbúða og mun það einfalda íbúum að sækja breytingar á fasteignunum sínum. Mikil uppbygging er í vændum næstu áratugina og mikil áframhaldandi fjárfesting í innviðum sem verður að fylgjast með hvernig gott hverfi mun verða enn betra. Hvað segja ráðsmenn við þessa bókun? Ég aðeins hugsa yfir að athugasemdafresturinn er ekki liðinn. Hvort það sé tímabært fyrir hverfisráðið að vera að gera svona jákvæða bókun áður en það er liðið og líka sumt í henni sem er svona eins og hvað þýðir Breiðholti verður sjálfbær. Já, það er náttúrulega bara nýjir hjólastígar sem verða þarna og
sem verða settir inn. Þú veist, það einhverju hjólastega núna. Hvenær verður hverfi sjálfbært? Vistvænt, hvenær verður það vistvænt? Ekki einhverjir jafnvel bara þú ert að uppfylla einhverjar kröfur og þú veist, ég veit verður með eitt hverfi sem svona það urriðaholtið. Ertu að tala það þá eða? Sjálfbærni fólgin í því að hverfiseinigarkjarnarnir verði með þjónustu þannig að fólk og geti sótt þjónustu á sjálfbæran hátt gangandi og hjólandi. Nýir hjólastígar verða lagðir og í rauninni uppbygging í kringum þessa hverfiskjarna. Við fáum vistgötur sem að vonandi verða sterkar einingar líka eins og hverfiskjarnarnir. Þannig að svo verða gróður, verður í rauninni settir grendagarðar og ýmislegt svona þannig að fólk, það í rauninni sjálfbærni. Eru fleiri sem eru með Ágústa, ég sá að þín hendi kom upp? Gjörðu svo vel. Já, ég eiginlega sammála, mér finnst þetta auðvitað alveg margt gott við skipulagið, líka margt sem við höfum ekki verið sátt við varðandi eins og til dæmis Seljakverfið og finnst ekki að vera hlustað endilega á í samráðsferlinu. Þannig að ég eiginlega, ég vil alveg kannski styðja en mér finnst þessi bókun kannski ekki alveg endurspegla það. Og varðandi sjálfbært hverfi, já, það auðvitað að, eins og þú segir, að geta labbaði að hjóla í nærþjónustu, en við teljum til dæmis að nærþjónustan sé bara mjótt og það sé nóg, að það sýnt sig að, sem við höfum oft rætt áður og haft rætt ítarlega, að þessi verslanir sem að koma í Rangárselið til dæmis, það bara dæmi það núna, það þegar verslanir húsnæði sem ekki nýtt og annað, þannig að þetta já, ég erfitt með að styðja þetta eins og þetta núna. Já, takk fyrir þetta Ágústa. Það eru fleiri sem að vilja leggja orð í belg. Enginn? Nei. Við getum náttúrulega bara sett inn þá vantarlega þá fulltrúar sem eru hlynntir þessari bókun. Þannig að já, þetta í rauninni hverfiskjarnarnir í Arnarbakkar sem að detta inn og í Drafnafelli. Svo við þekkjum, Rangárseli ekki komið eins langt, sko. Þannig að það ekki fyrir en eftir einhver ár, en þetta auðvitað hverfiskipulag auðvitað bara skipuleggja hverfi til langur tíma. Þetta ekki alveg svona, kannski alltaf fara að breytast á einni nóttu. Heldur líka fleiri þættir sem að lúta að, bara hvernig við lítum á okkar nærsamfélag og hvað stutt að fara í eftir mjólkinni og þurfa kannski ekki alltaf að fara á bílnum og svona. Ég fyrir kannski aðeins að bregðast við til langs tíma, þetta auðvitað, já, þetta stóri ramminn, en síðan kemur þetta í smærri einingum til afgreiðslu borgarstjórnar til dæmis og þá vitnað í langtíma sýn íbúðarráðanna. Þess vegna mikilvægt að hugsa þetta líka alveg svona einn leik fram í tímann. Þannig að maður sé ekki búa til einhverja heimild, þannig kemur einhverju borgarstjórn og segir, jú, íbúðarráðið vildi þetta fyrir löngu síðan. Ég veit. Það sé allir meðvitaðir það getur alveg enda þar. Sem kemur fram á þessum fundi og bókað. Já, Geir, varst þú með upprétta hönd, vilt þú segja eitthvað? Nei, ég var bara að teygja mig þannig ég þarf ekki að tjá mig. Já, en allavega, við liggur ekkert á þessari bókun, við getum bara hugsað þetta, þið vitið af þessu. Við ætlum að vinda okkur bara í næsta dagskrárlið. Að sjá. Það eru 2 gestir sem koma saman, Sigurður Læk talaði reyndar og annar ætlar að tala fyrir, þetta bréf frá Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofunni varðandi drög á lýðræðisstefnu borgarinnar. Sigurlaug Anna
að ég best veit ætla að tala lýðræðisstefnuna, það er ekki rétt hjá mér, Sigurlaug. Mjög heyrur í mér, Sigurlaug. Já, heyrur í mér. Velkomin, takk fyrir að koma. Þú væri vantilega kjarnyrst. Já, ég veit að þið eru tímabundin og mjög dagskrá. Ég skal fara hratt yfir þetta af því að ég veit og trúi því að þið eru búin að lesa þetta og kynna ykkur innihaldið í skjölunum sem ég ætla að sýna ykkur. Þannig ég ætla að leggja aðaláherslu á að sýna ykkur hvar efnið og hvernig þetta snýr allt saman. Ef þið farið á reykjavík.is/lýðræðisstefna þá finnið þið öll gögn þetta mál og skjölin sem liggja þar eru þar aðgengileg. Við byrjum þessa vinnu haustið 2019 og ég starfsmaður stýrihópsins sem hefur mótað þessi drög og í honum að öðru leyti kjörnir fulltrúar. Við byrjum strax á því að marka okkur þetta samráðsferli í þessum 4 liðum sem kemur þarna fram og byggum til þessa áætlun sem auðvitað COVID breytti svolítið en okkur hefur tekist að ljúka þessu samráðsferli sem var bæði opið á vefnum á Betri Reykjavík samráðsvefurinn okkar. Svo réðum við og höfðum til samstarfs við okkur ráðgjafafyrirtæki sem héldu utan þessa praktísku hliði á fundi og höldum og þarna samantækt úr umræður rýnihópa sem þau framkvæmdu fyrir okkur af því að við vildum ná til fólks út í bæ sem kemur annars ekki á svona fundi þegar við bjóðum þeim. Svo héldum við vinnufundi í stjórnsýslunni og svo vorum við með opinn rafrænan fund sem átti að vera á Kjarvalsstöðum og átti að vera fýsískur upphaflega en varð svo rafræn fundur. Þannig ef þið smellið á þessa hlekki þá getið þið nálgast efnið sem kom út úr þessu og það efnið sem við notuðum til þess að móta svo stefnuna sem núna þarna orðin að drögum og í umsagnarferli núna og umsagnarfresturinn hann þangað til á mánudaginn en það verður tekið við þeim umsögnum sem koma og engar áhyggjur. Við viljum mjög gjarnan fá sem mest af athugasemdum og viðbrögðum en auðvitað náttúrulega viljum við helst að allir séu ánægðir með stefnuna sem við höfum sett fram. Skjárinn nokkuð frosinn? Nei, þannig þetta. Ok, stefnan svona, stefnan sjálf sem við ætlum að láta gilda í 10 ár frá með núna hausti vonandi þegar borgarstjórn tekst að samþykkja hana til 2030. Svo í framhaldinu erum við með aðgerðaráætlun og mælanleg markmið sem gildir þá í 3 ár sem ég sýni ykkur svo í framhaldinu. Stefnan, hún miðar að því að efla lýðræðislega þátttöku borgarbúa og formgera enn frekar möguleika íbúa til þess að hafa áhrif á málefni sem það varða. Við sjáum fyrir okkur þessa stefnu svona þríþætta tilgangarnar og það þessir 3 þættir, íbúar, kjörnir fulltrúar og stjórnsýslan sem við viljum meina sé lykill að farsælli útkomu í lýðræðislegri borg, þetta virkar samspil þarna á milli. Það auðvitað heilmikið lýðræði í gangi í Reykjavík eins og hún íbúaráðin einn af þessum ferlum sem eru lýðræði og þáttaka borgarbúa. En við gerum ráð fyrir því að með þessara stefnu sé Reykjavík borg að ganga lengra. Í þessum kafla af hverju og hvernig þar tæft á þessum helstu lögum sem gilda málaflokkinn sem eru fyrst og fremst sveitarstjórnarlög. Svo eru ýmis lög málaflokkum eins og skólastigin öll, skipulagsmál, þessi skipulagslög, svo eru æskulýðslög, lög félagsþjónustu sveitarfélaga og svo framvegis. Og þarna förum við aðeins yfir það í þessum kafla. Og svo förum við líka aðeins yfir þessar leiðir sem eru nú þegar í gangi sem boðið upp á fyrir alla til þess að nota til þess að vera í samskipti við borgina. Þannig ábendingavefurinn, samráðsvefurinn okkar Betri Reykjavík
hverfið mitt og þið þekkið þessi verkefni vonandi öll. Hverfisskipulag Reykjavíkurborgar heilmikið lýðræðisverkefni og sem og íbúaráðin mjög stórt og umfangsmikið lýðræðisverkefni. Svo þetta bara þjónustuverið okkar alltaf opið. Svo þarna sértakaleiðir þar sem fer fram samráð við hagaðila. Þetta þið þekkið þetta nú kannski líka, aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks, fjölmenningarráðið, ofbeldisvarnanefndin, skólaráðin, ungmennaráð og öldungaráð. Þannig að þarna við förum aðeins yfir þetta, setjum þetta aðeins í samhengi og svo þetta sem sagt framtíðarsýnin sem þarna í 7 liðum sem við setjum fram og leiðarljós stefnunnar, að virkja borgarbúa, að leggja grunn að nýjungum til að efla lýðræði, að auka traust á stjórnsýslunni, að efla gæði í ákvarðanatöku, að mæta fólki þar sem það með því að tryggja aðgengi og að ætti sér metið við stærri ákvarðanir hvaða viðeigandi samráðsferli getur stutt við góða ákvarðanatöku. Og svo það að stefnumótun fari gegnum viðeigandi samráðsferli á öllum stigum. Við erum sem sagt að vinna með það að þessi hringrás meginmarkmiðin, þessi 4 meginmarkmið, hlustum, rýnum, miðlum og breytum og hvert og eitt þeirra stuðlar að umbótum og jákvæðum breytingum til þess að leiðarljós stefnunnar verða veruleika og þarna geta ákvarðanatökuferlar, þeir geta byrjað hvar sem og enda hvar sem svo geta þið snúist við og farið í fleiri hringi ef þörf krefur hverju sinni því málin auðvitað mjög misjöfn. Við erum að setja fram þessa stefnu í þeim anda að það sé sátt ákvarðanir en við erum full meðvituð það að í einhverjum tilfellum skiptar skoðanir sem betur fer. Fólk mismunandi og það ekki alltaf allir ánægðir. Þannig að við reynum að láta ferlana klára sig í gegnum þessa hefðbundnu leiðir og þarna þessi nánari lýsingar á þessum meginmarkmiðum sem að þið getið kíkt á, en við erum að vinna með þessa hringrás. Þarna yfirlitsmynd yfir þessa hringrás. Svo ábyrgð og framfylgdin, ábyrgðin á mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráði, en framfylgdin á mannréttinda og lýðræðisskrifstofu, þar sem við heimir vinnum. Og þá erum við komin að aðgerðaáætluninni. Hún inniheldur 16 aðgerðir og 22 mælanleg markmið sem koma svo í framhaldinu. En þessar aðgerðir hafa verið valdar til þess að styðja við framgang stefnunnar næstu 3 ár og á ábyrgð mismunandi fagsviða á skrifstofa borgarinnar, en skrifstofan okkar heldur utan innleiðinguna. Þannig að allt sem framkemur í þessari stefnu hefur verið unnið í samstarfi við fagráðin og sérfræðinga hverju sínu sviði. Og við erum einmitt að reyna að vinna þetta þannig að lýðræðið út í gegnum allt borgarkerfið. Það ekki bara lýðræðið og mannréttinda og lýðræðisskrifstofu, heldur í öllum ákvarðanatökuferlum vítt og breitt borgina. Fyrsta aðgerðin, hún svolítið umfangsmikil og við ætlum að móta þar lýðræðisáttavita sem verður stuðningur við samráð og vegvísir fyrir íbúa. Þar sem við tæpum á helstu verkfærum sem nýtast bæði borgarbúum, stjórnsýslunni og stjórnmálunum til þess að vera þannig að þau séu allir upplýstir þær leiðir, þannig við setjum þær fram öllum til upplýsinga sem var kallað töluvert eftir í þessu samráðsferli, var óskað ítrekað eftir aðgengilegri og meiri upplýsingum. Þarna aðgerð sem snýst útgáfu á námsefni á íslensku og ensku og þar erum við að höfða til fólks sem minna tekur þátt í hinum lýðræðislegu ferlum sem við þekkjum að ungt fólk og eldra fólk og mögulega fólk sem ekki hefur íslensku sem fyrsta tungumál. Þannig að við erum að reyna að ná til þessa hópa alltaf. Svo erum við með útgáfu og fræðslumyndbandi á ensku og íslensku hinnar mismunandi leiðir til þátttöku. Þannig borgaraþing, það svar við því að fólk nefnir að það vill ekki bara hlusta á borgarstjórn, heldur líka tala við borgarstjórn, þannig að þetta aðgerð til þess að koma til móts við það. Svo erum við með lýðræðishátíð unga fólksins og það svolítið í þessari stefnu þess að við erum að horfa til unga fólksins
og okkur finnst það mikilvægt fólk til þess að tala við og laga okkur að og ná til. Þetta inni í samstarfi við skóla- og frístundasvið og íbúa kviðdómur, þetta svona aðgerð sem snýst að þróa aðferð í samstarfi við háskólasamfélagið, en þetta aðferð, íbúa kviðdómur á ensku citizen jury og þetta þekkt aðferð úr þátttöku lýðræðisfræðunum og þar má sjá fyrir sér að það sé slembivalinn hópur af íbúum í samstarfi við sérfræðingar sem fá mál sem óskar eftir að gera einhverja sérstakar athugasemdir við að setja annan farveg úr þeim hefðbundna farveg þar sem einhver átök eða ágreiningur hefur myndast einhverjar ákvarðanir sem annaðhvort hafa verið teknar eða stefnir í að verði teknar. Þannig að þetta bara mjög spennandi svona aðferð sem við eigum eftir að sjá hvernig mun líta út. Borgarkannanir, stundum langar okkur að vita hvað fólkinu í Vesturbænum eða Breiðholti finnst einhver tiltekin mál, en ekki alltaf bara alla borgarbúa og kannski svona minni kannanir sem okkur langar að hafa tækifæri til þess að gera. Svo hverfið mitt, þið þekkið það, okkur langar alltaf að fleiri tekið þátt í því og þekkið það verkefni, bæði eldri, yngri og af öllum borgarbúar. Fjármálin opna bókhaldið enn frekar og birta fjárhagslegar upplýsingar og lykiltölur og rekstri. Þetta finnst okkur mikilvægt og ætlum að auka gegnsæi í fjármálum með þessari aðgerð. Svo þróum við mælaborðið enn frekar, það nú þegar til en það þarf að hressa upp á það og gera aðgengilegar svona nytsamlegar upplýsingar starfsemi borgarinnar og úr rekstri. Þessi aðgerð svona svolítið inn á við, hún vinnustæði borgarinnar, þannig að við viljum mæla hvort að starfsfólk Reykjavíkurborgar upplifi sig hafa áhrif á sitt nánasta vinnuumhverfi og gera þá úrbætur ef þurfa þykir. Svo það skipulagsmálin, þarna stefnt á að taka í notkun hönnunartól sem býður upp á myndrænar lausnir við samráði skipulagsmálum. Og við viljum bæta upplýsingagjöfina og þá að horfa til dæmis til svona rafrænna leiða eins og veitur hafa notað þeirra að taka af rafmagn eða vatn eða slíkt, þannig að það sé hægt að nálgast eigendur fasteigna á einhverju svæði til þess að upplýsa þá ef stendur til að fara í einhvers konar framkvæmdir eða breytingar á næsta umhverfi. Þannig að ná beint til hagsmunaaðila í þessum málaflokki. Svo erum við komin að lýðræðisgáttunum. Við viljum einfalda þær og viðmót íbúa og byrjuð í þessari stafrænu umbyltingu sem Reykjavíkurborgar í. Þetta byrjað og þessi vinna hún að byrja og þetta stór aðgerð og spennandi. Gagnsjáin, hún snýst stjórnkerfið og að stíga frekari skref til upplýsingamiðlunar við íbúa borgarinnar. Svo kemur lýðræði í skóla- og frístundastarfi. Þetta svona mjög umfangsmikil aðgerð sem snýst skólaþing, skólaráðin, réttindaskóla og svo framvegis. Þarna eru 5 aðgerðir, mælanleg markmið undir þessari aðgerð. Þannig að hún svona svolítið söfnunar aðgerð þar sem margt undir. Og þá erum við búin að telja upp þessar aðgerðir sem eru í stefnunni, aðgerðaráætluninni og þannig eru mælanlegu markmiðin, þau eru á 4 blaðsíðum og snúast að við getum fylgst með árangri og framgangi stefnunar og aðgerðana. Þannig að þau eru sett hérna fram, þessi mælanlegu markmið og þau eru mörg hver ný, þannig við eigum ekki stöðu svona mælitölu. Við ætlum að útvega hana og koma þessum mælingum öllum í ferli. Þannig við getum þá vonandi eftir 3 ár verðum við komin með tölur og byrjuð að bæta okkur og þá getum við sett okkur enn frekari svona raunhæfari markmið þegar við sjáum hver staðan er. Þannig að þessi mælanlegu markmið, þessi 22, þau eru hérna á 4 blaðsíðum í þessu. Þannig að núna eins og ég sagði áðan nú er ég búin að sýna ykkur þessi plögg og þessi drög eru í umsagnarferli og við tökum við umsögnum hvort sem það frá einstaklingum eða hópum
eins og íbúaráðunum eða fagráðunum eða hverju sem Þannig að þið getið sent okkur post eða hvernig sem bæði fyrirspurnir eða umsagnir. Og við tökum mjög gjarnan við því og ég svara spurningum ef þið hafið einhverjar spurningar þá vil ég mjög gjarnan fá þær. Og þá þessari svona formlegu yfirferð lokið þannig þið megið spyrja ef ykkur langar til. Já, takk fyrir þetta, Silja. Þetta mjög flott og metnaðarfull stefnudrög. Orðið laust, einhver sem með spurningar eða vill fá að vita meira? Bara rétt upp hendi. Nei, allt nokkuð skýrt. Gott, Mjög gott. Já, ég þakka þér fyrir Silja. Ég með drög bókun og drög umsögn sem maður langar að bera undir ráðið. Þú kannski varpar. Já, Silja, til að hætta að séra. Ef ég fer að séra yfir þá fer allt í kerfið hjá mér. Ég farin. Já, takk fyrir. Drög að bókuninni eru sem sagt, ég skal bara lesa hana. Fulltrúar íbúar Breiðholts lýsa yfir ánægju sinni með stefnudrögin og hlakka til að sjá þessa metnaðarfullu stefnu komast í framkvæmd, enda mikill samfélagslegur ávinningur að auka lýðræðislega virkni og þátttöku borgaranna. Einhver sem hefur athugasemd við þessa bókun og vill ekki vera með í henni, þá ætla ég bara Já, ég myndi vilja vera með á bókuninni, já. Þú vilt vera með núna, Jórunn? Nei, ég ætla ekki að vera með í bókuninni. Nei, þá bara segjum við bara Vissar efasemdir að peningunum sé best varið í þessi verkefni, þar sem eru mörg önnur brýn, til dæmis bara málefni eldri borgara. Og líka bara hvort þetta eigi endilega heima hjá borginni, hvort þetta sé ekki bara eitthvað sem Alþingi þurfi að ákveða. Þetta út fyrir lögbundið hlutverk og já, ég hef bara ákveðnar efasemdir að þetta myndi skila einhverju til viðbótar við þá lýðræðislega ferla sem við höfum nú þegar. Takk fyrir þetta, Jórunn. Ég held að við séum ekki öll sammálaðir. Ég myndi persónulega telja mjög mikilvægt að ala upp lýðræðislega hugsun í börnum snemma sem fyrst. Þannig að þau verði virkilega þátttakendur í samfélaginu, þannig að ég get ekki tekið undir þessa Sammála þeirri því, en við höfum ákveðið tæki sem að kallast kosningar á 4 ára fresti. Já, en nú hafa kosningaþátttaka farið mjög minnkandi síðustu árin því miður, þannig að það eitthvað sem við þurfum að laga til þess að auka þátttöku og virkni íbúanna. Já. Það alveg rétt, en hverfi mitt hefur til dæmis ekki náð að mæta væntingum varðandi þáttöku. Það í gögnunum 13% þáttaka sem lægra heldur en í kosningum, þannig að þar að minnsta kosti ekki komin einhver lausn sem betri en það gallaða, eða þú ert að meina þessi gallaða kerfi sem við erum með núna eða þurfa að laga það, þá hafa þau tæki sem að Reykjavíkurborg hefur hingað til sett fjármagn í ekki verið að laga það eitthvað. Já, en hverfi mitt hefur jafnt og þétt þáttaka og innlegg og hugmyndir og ábendingar sem koma í gegnum hverfi mitt hafa jafnt og þétt aukist á þessum árum frá því að það byrjaði. Þannig að svo tekur stundum tíma að venja fólk við nýja svona hugbúnað og annað og ég held að hverfi mitt sé komið til að vera og halda áfram að blómstra og dafna og við eftir að slá þáttöku með þetta áfram. Þannig að, já. En það hins vegar bara í 13% og það mörg verkefni sem fá ekki framgang bara einfallega, það afgreitt bara einhverjum svona tæknilegum atriðum eins og öryggissjónarmið eða eitthvað svoleiðis sem bara virðist ekki vera vilji til þess að fara lengra með. Þá einhver síja sem þessar hugmyndir mæta, en þetta aldrei hreint lýðræði, þessar hugmyndir. Takk. Það sko. Má ég bregðast pínlítið við? Já, varðandi öryggismálina þá voru þau tekin út úr ferlinu í hverfi mitt vegna þess að mönnum þótti ekki rétt að það væri kosið öryggismál, heldur setja þau beint í farveg ábendingavegarins
þannig að þau fengja hraðari afgreiðslu. Þannig að menn þvert á móti vildu ekki láta þau bíða í ferlunum í kringum hverfi mitt heldur setja þau á dagskrá strax. Þannig að það var nú breytingi sem var farið í varðandi öryggisverkefnin. Já, takk. Ég lagði sérstaklega fram hugmynd sem var hafnað á öryggissjónarmiðum, bara mín hugmynd sem ég lagði fram á þessu kjörtímabili og henni var bara hafnað og ég veit ekki til þess að hún hafi verið sett einhvers staðar áfram. Henni var bara hafnað og hún bara farin út á borðinu, veit ekki. Það fengu allir pósta þar sem áttu hugmyndir sem voru settar í hitt ferlið, þar sem var útskýrt einmitt að hugmyndirnar hefðu verið færðar yfir í ábendingavefinn í hraðari afgreiðslu þar. Heyrðu, við komumst ekki lengra með þetta, við ætlum að halda okkur við dagskrána. Við bara breytum því þá í bókuninni Heimir og tilgreinum þá fulltrúana sem að henni stenda. Eða þá við segjum bara, já. Þannig að þá ætlum ég Geir, ert þú sammála eða hlynntur þessari bókun? Ágústa, hefur þú einhverju skoðun, ert þú sammála henni? Afsakið, síminn hringdi, ég var að skella á. Já, ég er sammála, takk. Já, Jóhanna, vilt þú vera með í henni? Já, Jóhanna með. Erla, vilt þú vera með í henni? Já. Geir, ert þú? Já, bara tvöfaldið. Já, flott. Þá situr Jórunn hjá. Heimir, Já, við vorum með bókunina uppi. Það var bókunin, svo var það... Svo umsögnin. Já. Það næsta stig. Ég ætla að lesa fyrir ykkur umsögn sem ykkur var send í tölvupósti sem ég ætla að bera undir ráðsmenn. Það er sem sagt umsögn íbúðarráðs Breiðholts lýðræðisstefnudrög Reykjavíkurborgar. Íbúðarráð Breiðholts lýsir yfir ánægju sinni með stefnudrögin sem hafa verið unnin í víðtæku og opnu samráðsferli. Líka ánægjulegt að notast var við rafrænar lausnir í erfiðu árferði við bland við aðrar aðferðir hefur tekist upp á að bjóða upp á dýrmætt samtali lýðræði og þátttöku í Reykjavík. Markmiðið með stefnunni er skýrt en ráðinu finnst mikilvægt að auka þátttöku, sýnileika og áhrif íbúa með mun markvissari hætti en áður hefur verið. Meginmarkmið stefnunnar eru skýr, hlusta, rýna, miðla og breyta. Mikilvægt er að hringrásin sé dýnamísk og breytileg eftir því sem borgin og samfélagið mun þróast áfram. Aðgerðaáætlun er trúverðugur og tímaramminn sem horft er til það líka en þessi 16 liðir ná að fanga fjölbreyttan aldur, mismunandi stofnanir borgarinnar auka gagnsæi, einfalda bæði verklag og sýnileika. Ráðið er ánægt að byrja sér snemma að kynna börnum og ungmennum mikilvægi þátttöku og heilbrigðra skoðanaskipta, að rödd allra þurfa að heyrast óháð stétt, stöðu, aldurs, uppruna og trúarbragða. Þess vegna er mikilvægt að leiðir íbúa til að koma skoðunum sínum og ábendingum séu einfaldar, notendavænar og vel kynntar innan og utan hverfis og staða ábendinga hugmynda sér sýnileg öllum. Ráðinu finnst vefumhverfi sem hverfi mitt notast við vera gott og aðgengilegt. Það viðmót mætti þróa áfram, láta það að tala við borgar og framkvæmdasjóna. Það væri til fyrirmyndar að sjá langtíma fjárfestingu og viðhaldsáætlanir 5 ár fram í tímann innan hverfanna og þannig að fá íbúar vissan fyrirsjáanleika stöðu verkefna. Ráðið telur mikilvægt að fjármagn fylgi aðgerðaáætlunni eftir til að tryggja framgang hennar. Það verður í senn spennandi og áhugavert að fylgjast með hvernig tekst til með þetta mikilvæga verkefni enda mikill samfélagslegur ávinningur að auka lýðræðislega virkni og þátttöku borgaranna. Er einhver orðið laust? Einhver sem hefur athugasemdir? Engin, þá ætla ég að bera hann undir til samþykktar. Geir, er þú samþykkur? Ágústa sé ég rís upp hendi. Jóhanna Dýrun og Erla Hrönn. Ég líka. Jórunn ætlar að sitja hjá. Eða, halló, er hún þarna? Jórunn, vilt þú vera með í þessari umsögn? Er hún dottin út af fundinum eða? Hún er inni hér.
En í það minnst þá þetta samþykkt, það spurning hvort að hún þá bara sjá að greiða atkvæði gegn eða hvernig það... Já, þá í rauninni þessi umsögn þá samþykkt af þeim aðilum sem á reiði og við bíðum bara eftir að Jórunn kemur inn á eftir. Ok, þá vendum við okkur í næsta dagskrárlið. Það í rauninni Dóra sem ætlar að koma, Dóra Björt, borgarfulltrúi. Hún ætlar að fjalla eða kynna tillögu stýrihóps innleiðu íbúðaráðanna. Það líka bókun og drög umsagn sem fylgir þannig að Dóra, ertu þarna? Já. Já. Herru, velkomin. Takk fyrir það. Bara orðið laust, gjörðu svo vel. Takk kærlega. Mér skilst að tíminn sé af skornum skammti, en ég ætla að reyna að vera ofsalega fljót í þessari kynningu þó þetta sé umfangsmikið mál. Ég heiti Dóra Björt og ég formaður mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs sem að fer með þessi lýðræðisverkefni. Ég líka formaður þessa stýrihóps sem að hefur með íbúðaráðin að gera og við höfum unnið saman síðan við byrjun kjörtímabils að því að búa til grunninn að þessu tilraunaverkefni sem nú í gangi og að líða undir lok. Okkur hefur einnig verið falið að halda áfram þessu verkefni og sem sagt leggja grunn að framtíðinni hvað lýðræðisráðin varðar. Ég fer einnig fyrir stýrihópnum hefur unnið að lýðræðisstefnu sem að þið fengu núna kynninga á, þannig að við erum alveg allt í öllu þarna í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði þessum lýðræðisverkefnum og þannig að þetta auðvitað eitthvað sem mjög mikilvægt í stóru sveitarfélagi eins og Reykjavík sem langstærsta sveitarfélag á Íslandi. Það eðlilegt að boðleiðir séu kannski lengri enn í sumum af minni sveitarfélagunum og þá leitum við leiða til þess að efla tengslin á milli ákvarðanatöku og íbúa og það byggir auðvitað svolítið á því sjónarmiði kannski að kjörnir fulltrúar hafa ekki fulla vitneskju allt sem í gangi eða hvernig allt verður með sem bestu móti og þess vegna mikilvægt að hlusta á íbúa í hverfunum og það auðvitað það sem að íbúaráðin snúast og Reykjavík auðvitað metnaðarfull að kemur alls konar lýðræðisverkefnum og þegar var að tala hverfið mitt áðan og borgin nú reynda bara heimsþekkt fyrir það verkefni, þannig að það hefur gengið mjög vel. En ég ætla ekki að hafa þetta langan formála en svona sýna ykkur aðeins í pakkan sem eru þessar tillögur sem við höfum unnið og erum núna með umsagnarferli til 1. september. Þessar tillögur eru á vefnum og ég hvet ykkur öll til þess að kynna ykkur þær vel og þið hafið eflaust gert það, skila umsögn og hvetja fólki í kringum ykkur til að skila umsögn vegna þess að þetta bæði í opnu umsagnarferli út á við þar sem allir íbúar geta skilað umsögn en svo þetta líka hjá öllum fagráðum nefndum og samráðsnefndum til umsagnar til 1. september. Og þetta auðvitað málefni sem varðar ykkur auðvitað mest af öllum þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að kynna ykkur þetta og skila umsögn. En þetta hefur reyndar verið unnið núna í ákveðnu samráðsferli. Við undirbúning tilraunaverkefnisins voru haldnir opnir fundir í öllum hverfum. Við óskuðum eftir opnum athugasemdum bæði fyrir tilraunaverkefni og nú eftir tilraunaverkefni. Það var gerð viðhorfskönnun meðal fulltrúa íbúaráða og haldnir samráðsfundir með öllum íbúaráðum og með stjórnsýslunni. Svo núna þetta opna umsagnarferli í gangi þannig og þessar tillögur, bæði grunnurinn sem við erum nú að vinna með og leggja til að gera ákveðnar breytingar allt unnið út frá í rauninni athugasemdum og hugmyndum sem hafa komið fram í þessum samráðsferlum. Þetta mjög lítið af einhverju sem við höfum verið að finna upp hjá okkur sjálfum. Þetta mjög mikið komið frá íbúunum sjálfum og þeim sem að best þekkja til. Og ég ætla nú bara að fara yfir þessar má nú sjá. Tillögur í mjög stuttu máli. Og þær eru að finna á reykjavík.is, þið sjá það, til að breytingum á íbúaráðum. Og það er líka hægt að skila umsögn og hér svolítið forsagan rakin og endilega kíkið á það og niðurstaðan eiginlega svolítið svo að það hefur margt gengið mjög vel með íbúaráðin en eins og nefnt hefur verið hér fyrir dag þá þetta tekur svolítið langan tíma að breyta lýðræðismenningu og auka hana að gera íbúa í hverjunum meðvitaða að þeir hafa rödd og þeir hafa tækifæri til þess að hafa áhrif og þannig að við teljum að mjög margt hafi gengið vel. Þetta hétu þetta áður hverfisráð, þetta ekki kannski mörg til þess að hverfisráðin voru eftir að flugvélin fer hérna frammi. Hverfisráðin voru þetta svolítið öðruvísi, það er að segja að þau voru skipuð fulltrúum sem voru allir kjörnir beint úr borgarstjórn
og það var mjög hátt ákall að það kæmu fulltrúar frá grasrótinni og þess vegna gerðum við þessar breytingar þegar við byggum til íbúaráðin að fá fulltrúar grasrótinni og opna fundina til þess að hafa þetta aðgengilegra og opnara og tryggja aðkomu að fjárfestingaráætlun og viðhaldsáætlun og svo framvegis. Þannig að það mjög margt jákvætt sem hefur gefist vel og mælst vel fyrir, en svo ýmislegt sem við viljum tvíka til. Þannig við erum í rauninni að leggja til að halda núverandi fyrirkomulagi sem að þið þekkið eflaust öll til. Það var samþykkt þarna í maí 2019, en gera þessar breytingar sem að hér liggja fyrir sem ég ætla að fara yfir í mjög stuttu máli og í mörgum liðum. Fyrst og fara kannski bara svona í megin atriðin, fjöldi íbúðaráða, við erum að leggja til að séu 10 íbúðaráð í 10 hverfum, frekar en 9 íbúðaráð í 9 hverfum, og þetta rauninni bara svolítið svona eitthvað sem hangir svolítið eftir vegna þess að við ætlum á sínum tíma að við lögðum til að sameina íbúðaráð, en það mældist ekki vel fyrir í samráðsferlinu á sínum tíma og bökkuðum með það. En héldum aftur á móti í sameiningu íbúðaráðs miðborgar og Hlíða vegna þess að það var ekki mikið gagnrýni sem kom varðandi þá sameiningu, og það voru ýmis sjónarmið uppi að þetta gæti alveg gengið þrátt fyrir að hitt myndi ekki halda sér. En svo var þetta gagnrýnt í kjölfarið og eftir að íbúðaráðin tóku til starfa, og þess vegna erum við að leggja til að bakka með þetta. Við erum einnig að leggja til að fulltrúar íbúasamtaka og foreldrafélaga skipunartími verði 2 ár í staðinn fyrir 1 ár. Þessi tillaga að það sé bara 1 ár átti í rauninni bara að vera í gangi í tilraunaverkefninu vegna þess að tilraunaverkefnistíminn auðvitað styttri en 1 kjörtímabil. Svo erum við komið yfir hlutverk og verkefni stjórnsýslunnar hvað varðar utanumhald og starfsemi íbúðaráða, og það vantar tölu fyrir framan þá að vera. Við erum í rauninni að leggja til að halda þessum miðlæga starfsmanni honum heimi, það að segja að það sé þetta miðlæga utanumhald sem að tryggir samræmingu og tengslin í stjórnkerfið. Það hefur gefist mjög vel, en það hefur hins vegar komið fram mjög mikil eftirspurn eftir því að tengja hverfin aftur aðeins betur íbúðaráðin aftur út í hverfin. Það að segja að áður var það þannig að félagsauðsfulltrúarnir svokallaðir héldu utanum ráðin sem að voru starfandi á þjónustumiðstöðum og þetta eru fulltrúar og fólk sem að þekki mjög vel til starfsemi sem í gangi í hverfunum á vegum borgarinnar og í rauninni bara oft mjög vel inn í því sem í gangi almennt, og það hefur verið nefnt ítrekkað bæði að fulltrúum íbúðaráða og rauninni fulltrúum stjórnsýslunnar að þessi tengsl séu með dýrmæt og hafi svolítið tapast við þessa breytingu. Þannig við erum í rauninni að leggja til að þetta verði komið aftur inn og að þessir starfsmenn komi aftur inn sem starfsmenn íbúðaráða. Þeir hafi ákveðin afmörkuð verkefni bara til þess að skilgreina hvað hlutverk sem að þau geta sérstaklega gegnt umfram önnur, en þetta auðvitað allt eitthvað sem að mun mótast smá saman og eitthvað sem að starfsmennirnir og íbúðaráðin þurfa að finna líka út, en það allavega viljið til þess að það hafi umsjón með samskipti við fulltrúa grasrótarsamtaka, slembivaldafulltrúa, haldið svolítið utan bakhópinn. Hann hefur tekist misvel, en það ótrúlega mikið tækifæri honum að ég til, en að og svo þeir létti svolítið undir með miðlægum starfsmenni hvað varðar þetta utanumhald, að geti tekið 3. hvern fund fyrir miðlægan starfsmann að auki. Og svo þetta auðvitað hlutverk sem mun svo þróast, en hér verið að leggja til að þessir starfsmenn komir bara aftur inn, en séu þá kannski ekki að taka við að miðlægum starfsmanni hvað varðar utanumhaldi og fundargerðir að öllu leyti, en geti komið og stutt við og séu þá í góðum tengslum við íbúðaráðin og geti upplýst íbúðaráðin það sem að þau vita sem í gangi í hverfunum. Já, þessi punktur nú bara tengdur fyrir punktunum að íbúðaráðin séu meðvituð hverfisverkefninu og vinnu í hverfunum með reglum samskiptum við félagsauðsfulltrúa. Og þetta tengist kannski svolítið því líka að, og það kannski þessi virði að nefna það hér að við höfum séð að með tilkomu miðlæga starfsmanns þá hefur það sums staðar gerst að miðlægur starfsmaður hefur fengið mjög mikla ábyrgð á íbúðaráðinum og sums staðar hafa íbúðaráðin kannski haldið svolítið að sér höndum hvað varðar eðlilegt utanumhald starfsemi ráða. Formenni hafa verið virkir varðandi utanumhaldi líka og það við höfum séð það að sum hafa svolítið haldið að sér höndum, þannig að við viljum bara ítreka þetta mikilvæg þess að íbúðaráðin
standi undir þeirri ábyrgð sem að þeim falin og formenn haldi líka standi undir þeirri ábyrgð sem þeim hefur verið falin þegar að fá þetta formálsálag og svo framvegis. Þannig að þetta svolítið það að það séu þessi tengsl, að það sé ekki allt í gegnum miðlægan starfsmenn en að íbúar afli sér líka upplýsingarna. Bætt upplýsingagjöf, það hefur verið talað að vanti svolítið upplýsingar íbúar gagnvart borgarbúum og við viljum bæta úr því að verða að fara í kynningarátak. Það gott að gera það núna þegar við erum að fara að innleiða íbúar og þau komist í þann búning sem að þau að vera eitthvað áfram allavega og að það sé ástæða til að kynna þau en líka samræma svolítið utanumhald fundina, þar að segja upplýsingar fundina á Reykjavík.is samfélagsmiðlum að þetta sé algjörlega skýrt vegna þess að þetta hefur verið svolítið ólíkt á milli raða og það ekki mjög aðgengilegt fyrir íbúa, þannig að það þarf aðeins að skoða það. Það verði áfram verklagsreglur í gildi sem að kveði á hvernig þetta allt saman, hvernig starfsemin Fundafyrirkomulagið, það vilji til þess að halda áfram fjarfundum, að það séu bæði stað og fjarfundir. En að þá verður auðvitað að skaffa færanlegan góðan fjarfundabúnað til að tryggja gott hljóð og mynd. Svör við ábendingum vegna fjárfestingu viðhaldsáætlana. Við höfum séð það að íbúar hafa haft mjög víðtæk áhrif á fjárfestingu viðhaldsáætlun með sínum athugasemdum og ábendingum en íbúar eru sjálf oft ekki alveg upplýst þessi áhrif og þess vegna viljum við festa það í sessi að þau fái hreinlega svör við ábendingum, það að segja hvað hefur ratað inn svo að þau viti það nú vegna þess að það hluti af þessum lýðræðislega ferli sem að þessi meginmarkmið lýðræðisstefnu sem að þið fengu kynningu á áðan fjalla að þú fái líka þessa endurgjöf og þessa miðlun, þessa upplýsingar tilbaka. Sundurlegar upplýsingar skipulags- og viðhalds- og fjárfestingaráætlun, það hefur verið beðið það að þetta sé greinanlegra niður á hverfi og það eitthvað sem við höfum áhuga á líka að það verði unnið að því að aðlaga gögnin og greina þetta betur niður. Upptökur af kynningum, það eitthvað svona sem við höfum áhuga á að verði skoða hvort það sé hægt að gera það innan marka lagana varðandi lokaða fundi fagráða og annað ég held að sé mjög mikið tækifæri í tækninni hvað þetta varðar og að það kemur auðvitað ekki í veg fyrir þetta í staðinn fyrir þetta samtal sem við erum að eiga þegar fólk kemur inn á íbúaráðsfundi en þetta getur verið mjög gagnlegt fyrir íbúar en enga síður. Þetta eru mál sem kannski ekki full ástæða til að fá kynninga á en þetta eitthvað sem væri gott fyrir íbúarana sem sett í einfalt samhengi. Og við erum ekki að segja að þetta verði gert alltaf og ekki að við heldur þetta verði skoðað og innan marka lagana hvað sé hægt að gera og við erum allavega að flagga þessum skýra eindregna vilja stýrihópsins til að þetta verði unnið að þessu í þessa átt. Þetta algjörlega framtíðin að ég til. Fundagögn íbúar að vera aðgengilega almenningi, það segir svolítið sjálft, það auðvitað þannig að þetta eru opnir fundir og ef við viljum að íbúar taki þátt að verða að hafa aðgang að sömu upplýsingum. Þetta svo sem bara það svolítið sama að gengja upplýsingum skipulags- og skipulagsmál, aðkoma umferðaröryggis aðgerðum og áætlunum. Þetta eru auðvitað mál sem eru mjög tengd hverfunum, þannig að það eðlilegt að íbúarinn kom líka að þessu í þessum fasta ferli sem að umferðaröryggis áætlanir eru í, alveg eins og jafns við viðhalds- og fjárfestingaráætlun. Að auki verði tryggð ákveðin valdefling fulltrúa íbúaráða að þeir hafi upplýsingar hvernig þeir geti sjálfir aflað sér upplýsinga, borgarvefsjá, skipulag.reykjavík.is, það svo margar leiðir og þeir þurfa að hafa upplýsingar alla þessar leiðir svo að þeir séu sem upplýstir það sem í gangi. Samhliða þessu verði farið yfir launakjör samráðsnefnda til að skoða samræmingu þeirra vegna þess að það með svolítið ólíku móti á milli íbúaráðanna og annarra samráðsnefnda. Svo síðast en ekki síst að núverandi íbúar verði starfandi út kjörtímabili einfaldlega vegna þess að við erum ennþá að vinna þessar tillögur, við vildum tryggja gott umsagnaferli, það tekur auðvitað langan tíma að hefja svo störf eftir að svona samþykkt, tekur langan tíma að fá skipanir og svo framvegis slembuvelja, kjósa og allt þetta og það kannski ekki gagnlegt fyrir hagsmunagæslu íbúa að fulltrúar komi inn sem eru svo að fara að starfa í mjög fáa mánuði sem að maður tekur auðvitað langan tíma að koma sér inn í mál. Þannig að þetta var það sem ég ætlaði að segja þetta mál og ég vil bara innilega hvetja ykkur til að skila umsögn og punktum og bara láti ykkur heyra þetta ef það er eitthvað sem að þið teljið að sé gott eða gæti verið öðruvísi. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð Dóra. Hafið þið einhverjar spurningar gagnvart Dóru sem að Dóra gæti mögulega svarað? Eitthvað sem að
brennur á. Með upprétta hönd. Hvað segirðu? Ekki jónadýrum með upprétta hönd. Þá ég bara átti eftir að taka hana niður síðan áðan, bara mjög góð kynning. Spurningar. Ef ég mætti bara aðeins, þá, einmitt, ég náttúrulega sit í þessum, stýrihópi með Dóru og, geti vottað að það hellingsvinna búin að fara í þetta og ég held að og mjög, breið, þverpólitísk sátt, frá bæði minnihluta og meirihluta í þessum drögum og ég held að þetta sé eitthvað sem að, einmitt, vonandi allavega ætti að vera svona, ætti að leiða til þess að íbúðaráðin verði eitthvað sem einmitt gagnast öllum í framtíðinni og tek undir með Dóru líka, það að gera að rýna í þetta og sem flest skoði og komi með athugasemdir, annars til þess þetta. Ég tek undir þetta, en mjög góð sátt þetta, við unnið þetta og ef það verið eitthvað, einhver ekki sátti við eitthvað, hefur alltaf rætt okkur niður í sameiginlega niðurstöðu og það sama á við lýðræðisstefna, hefur verið algjörlega þverpólitískt sátt allra flokka þar, þannig að það er mjög ánægjulegt. En ég get kannski bætt við einum punkti sem að hefur stundum komið til umræðu sem að þið getur svo sem velt fyrir ykkur og væri áhugavert að fá eitthvað sjónarmið það. Að það hefur þessum íbúðaráðum verið nefnt að fólk er mjög ánægt með þessi góðu tengsl við borgarstjórn með því að hafa kjörna fulltrúa. Hlutverk kjörna fulltrúa í ráðunum eru auðvitað að vera þessi tengili við borgarstjórn fyrst og fremst, frekar en að vera þarna með eitthvað eigið agenda er í rauninni þarna til þess að styðja við framgöngu málefna hverfisins í borgarstjórn. Og í því samhengi hafa sumir kjörnir fulltrúar, ég man að var Hildur Björnsdóttir og Skúli Helgason hafa nefnt þetta bæði, að hvort að sé spurning hvort að sko kjörnir fulltrúar eigi að hafa atkvæðarétt í ráðunum eða ekki. Þetta er einhver spurning sem hefur stundum komið í ljósi þess að það getur verið óþægilegt fyrir kjörnir fulltrúa sem eru kannski að taka afstöðu í fagráðum út frá þeim sjónarmiðum sem þar eru, að þeir séu settir í þá stöðu að vera með eða á móti málum í íbúðaráðum í því ljósi að svona eins og Hildur var að tala sko, að það er kannski ekki hennar hlutverk að vera að sveigja íbúðaráði í eitthvað ákveðna átt vegna þess að hún er í rauninni bara þannig til að hlusta og vera að miðla. Þannig að þið getur kannski haft þetta í huga. Það er bara áhugavert að heyra fleiri sjónarmið þetta þegar þetta er svona punktur sem hefur verið ræddur líka. Takk. Já, takk fyrir Dóra. Vill einhver bregðast við þessu? Einhver sem að... Nei, engin. Nei. Þetta er kannski fá aðeins að bregðast við. Já, gjör svo vel. Þegar Dóra var að tala samstöðu meiri og minnihluta, það er þá samstaða í starfshópum drögin, ekki satt, svo þetta eftir að koma til atkvæðagreiðslu í borgarstjórn. Það er ekki rétt hjá mér. Í stýrihópi, já, og auðvitað það var svo sem auðvitað full samstæð íbúðaráðina sín tíma þegar var kosið þau í maí, sko, Já, sem tilraunaverkefni til 2 ára, bara þannig að umræðan sé vönduð og nákvæm, þá var kosningum tilraunaverkefni, íbúðaráðin til 2 ára, þar var samstæða minnihluta og meirihluta og þessi samstæða sem þið vísið til varðandi þetta er þá fulltrúar í stýrihópi, ég var að minna. Já, það eru fulltrúar minnihluta í þess stýrihópi, en þetta hefur ekki komið til atkvæðagreiðslu allra flokka, þannig að það er kannski bara varlega í því að tala samstöðu allra flokka, minnihluta og meirihluta þetta. Bara svona... Ég bara gerir þá ráð fyrir að fólk sem eru fulltrúar ákveðna flokka séu þá fulltrúar flokka en það eru auðvitað mismunandi, þannig. Já, en íbúðaráðin eiga að vera svona pínu þverskurður af samfélaginu og það er náttúrulega helsta breytingin í þessu tilraunaverkefni var auðvitað að fá inn slembivalin fulltrúa og fulltrúa ólíkra hópa til þess að auka samtalið og tengingu og snertifleti inn í hverfið. Þannig að það er mjög einkennilegt ef að menn geta ekki séð það sem einhvern svona framtíðarsýn í því að breikka hópinn þá og í rauninni bara þetta samtal sem er mjög dýrmætt. Það er bara, það er engin pólitík í því, þetta er náttúrulega bara fulltrúar í skólasamfélaginu og þú ert með fulltrúa íbúana og svo ertu með slembivalin fulltrúa. Þannig að fólk hér inni er heldur bara til þess að hugsa hagsmuni í hverfisins og taka á þeim, sko, tala hverfið og vill því sem væntanlega vegferðin sem bestri. En er ykkur fleiri með
Ég tek undir þetta, Sara, og það sem svo skemmtilegt er að við erum að sjá íbúaráðin er að hafa fullt af áhrifum í krafti íbúa í hverfunum. Við erum að sjá með aðalskipulag eins og þú nefndir með lækkun hæða. Þú veist að það er eitthvað sem er algjörlega eitthvað sem hefur verið tekið til greina. Við erum með stór dæmi úr Úlfarsárdalnum, hvað þetta varðar líka. Við erum að sjá viðhalds- og fjárfestingaáætlanir og alls konar, og þetta eru bara þannig að raddir íbúa eru virkilega að skila sér inn í stjórnkerfi, og ég held að við getum bara ef við höldum áfram og styrkjum þetta og eflum þannig að fólk sé meðvitaðri og við náum að sníða af annmarka og strömlínulögum og allt þetta, þá held ég að við komumst lengra þangað, og þá verða bara ákvarðanir að ég til betri og upplýstari. Það er svo mikilvægt vegna þess að ég sem kjörinn fulltrúi, ég er að gera mitt besta, en við höfum ekki allar upplýsingar. Það er svo ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að vera í góðum tengslum við íbúaráðin og fá þessar upplýsingar. Get tekið undir það, Dóra. Þá ætla ég að bera bókun, hvort að ráðsmenn séu til í að vera með í bókun, kannski Heimir, en takk fyrir kynninguna, Dóra, og gott að fá þig inn. Takk kærlega fyrir mig, bara ótrúlega gaman að koma, og ég bara segi gangi ykkur vel. Já, takk. Þá ætla ég að bera þessa bókun undir ykkur. Það er fulltrúar íbúar á Breiðholts fagna vinnu stýrihópsins og þeim breytingum sem lagðar eru til, endur mikilvægan samráðsvettvang og upplýsingabrú grasrótar íbúa, kjörinna fulltrúa við stjórnsýslu og starfsmenn borgarinnar. Eru þið til í að vera með í þessari bókun? Gjörðu svo vel, Ágústa. Já, í rauninni svar. Já, fyrir ég held þú vildir fá orðið. Jóhanna Dýrun, ert þú, já, einmitt, Erla, ert þú, já, einmitt, Jórun, ert þú til í að vera með í þessari bókun? Ég ætla að sitja hjá bara. Sitja hjá, Geir, þú ert með. Einmitt, þá er fulltrúar þeirra sem að reistu upp höndina með, þú uppfærið það skjal. Þá er ég með umsögn sem að mig langaði að lesa fyrir ykkur og kanna hvort að það sé grundvöll til að vera að leggja hana til atkvæðagreiðslu. Umsögn íbúaráðsins tillögu stýrihóps við innleiðingu íbúa ákvæða flöktir. Ég veit ekki hvað þetta er tónleiðindi hérna. Að mati fulltrúa íbúar að spreðsur tillögurnar góðar. Sérstakt fagnaðarefni er að leita sér leiða til að útfæra handhagan fjarfundabúnað á alla fundi sem gerir íbúaráðinu kleift að bjóða upp á fundi í góðu streymi fyrir þau sem komast ekki á staðfund. Þetta fyrirkomulag það líkur á að fleiri geti fylgst með fundunum að heiman. Ráðinu finnst vel að lagðar eru áherslur betri nýtingu fjármuna sem og leita sér leiða til sparnaðar með því að nýta starfskrafta félagsfulltrúa þjónustumiðstöðvar borgarinnar þekkja vel til hverfanna og verkefna sem er verið að vinna. Ráðið telur mikilvægt að upplýsingagjöf og auglýsingar fundi ráðanna og dagskrá verði miðlæg og samræmd af hálfu borgarinnar þannig að hún verði eins milli hverfa og ráða en ekki eins og er í dag til að gæta jafnræðis milli hverfanna. Það er mjög mikilvægt að leiðir íbúa óháð aldri, tungumálum, búsetu og tölvuþekkingu til að koma skoðunum sínum á ábendingunum það sem betur má fara séu einfaldar, notendavænar, vel kynntar innan og utan hverfis. Sem og staða ábendinga og hugmynda viðhaldsáætlana nýfjárfestinga sé sýnileg öllum. Það þarf að vekja athygli á og kynna betur gagnsemi borgarvefsjár, framkvæmdasjár og ábendingavefi. Vefir sem þarf að kynna betur og aðlaga ólíkum aldri og tölvuþekkingu. Ráðinu finnst vefumhverfi sem hverfi mitt notast við vera gott og aðgengilegt. Það viðmót mætti þróa áfram og láta það tala við borgarvefsjá og framkvæmdasjá. Það væri líka til fyrirmyndar að sjá langtíma fjárfestinga og viðhaldsáætlun 5 ár fram í tíman innan hverfana, þannig fá íbúavissan fyrirsjáanleika stöðu verkefna. Íbúar á Breiðholtstölu virkni og þátttöku vera langhlaup og mikilvægt að rýna í verkefnið endurmeta og laga þá annmarka sem kunna að koma upp á þessari vegferð.
Hverfi borgarinnar eru ólík og þarfirnar mismunandi, þess vegna er mikilvægt að íbúar skipi sterka og skýra stöðu innan borgarkerfisins sem brú milli borgara og stjórnsýslu. Einhverjir sem að vilja leggja orð í belg eða hafa athugasemdir? Aðalega bara upp á svona smá stafsetningu málfar sem ég var alveg til að snurfusa þarna, en efnislega er ég bara temmilega sammála. Já, það er bara, þú ert bara velkomin í það, Geir. Eru þið þá að leggja þetta til samþykktar með handauppréttingu? Eru þið samþykkt þessari að við ráðið sendi inn þessa umsögn? Jóhanna samþykkt, Geir, Ágústa, Erla og ég. Jórunn, þú vilt sitja hjá eða viltu vera með? Sitja hjá. Jórunn, þú dast líka út akkur þegar ég atkvæðagreiðslu umsögnum lýðræðisstefnuna. Er það saman eitthvað tegum það? Situr þú hjá þar eða? Já, passar. Flott er. Ok. Varðandi bókurina, er það sömu fulltrúar og varðandi umsögn? Já. Var það ekki? Jú. Yes. Geir, þú tekur þá að þig að snurfusa íslenskuna og leggja til einhverja lagfæringar. Þú sendir það á mig. Sendir á heimi svo. Herru, þá vindum við okkur í næsta dagskrárlið. Það er annað erindi frá íbúa í hverfinu vegna umferðaröryggismála við útibú Dominos í Lóuhólum, í Hólagarði. Það voru Eyjólfur Tómasson og Linda Pétursdóttir sem sendi inn þetta bréf varðandi, og það er í rauninni tengist umferð, gangandi, ef við kannski fá myndina sem við segja, umferð gangandi, þá vantarlega barna sem hann er að vísa í er rauða línan til dæmis í leikskólan og bleika línan er í rauninni strætóleið sem er lokuð og hann telur umferðaröryggi þarna í rauninni þar sem að bláa línan þvera rauðu línuna sé hættustaður og ég get alveg tekið undir þetta með honum eða þeim í bréfinu. Þarna eru bílar sem keyra fyrir eða yfir gönguleiðina og þetta er ekki nógu vel merkt og hann vill meina eins og þau kemur fram í bréfinu það sé þarna umferð lokað bleiku leiðina sem er í rauninni lokuð strætógata og annað slíkt. Þannig að maður bara þakka fyrir þetta flotta bréf og þessa ábendingu og ég persónulega get tekið undir þetta. Þetta eru erfið leið að fara þarna yfir og hættuleg, sérstaklega þegar ung börn er að ræða og aðgengi að leikskólanum þarna og sem og líka bara inn í Hólabrekksskóla. Ég ætla bara að gefa ykkur orðið, upplifið það sama eða þekkið þið til, eru þið sammála þessu? Ég heyri engin nei, ég bara, já, Ágústa, gjörðu svo vel. Já, ég þekki ekki til gjörla þarna, en þarna, bara þess að mér skoða þessu korti, já, þá samkvæmt þeim upplýsingum er ég sammála þessu. Þannig að þetta gera bara bragarbót á. Ég ætla eiginlega að leggja til við ráðið að við vísum þessu bréfi inn á skipulag og samgöngu og með beiðni úrlausnin og ég var með drauga bókun sem að mig langar að bera undir við ykkur. Og hún getur svo sem fundið hana hérna. Hún er svona íbúaráðið þakkar íbúum fyrir greinargott bréf og tekur undir þær áhyggjur sem koma fram varðar öryggi barna og annarra vegfarenda sem eiga leið í gegnum Lóuhól og Hólagarð. Vill íbúaráðið að skipulagsyfirvöld skoði þau sjónarmið sem framkomi í bréfinu og taki upp samtal við fasteigna- og lóðaeigendur Hólagarðs þannig að öryggi gangandi og hjólandi sé tryggt í hvívetna með viðeigandi ráðstöfunum. Óskar ráðið eftir að vera upplýst framvindu málsins og minnir á að upphaf skólastarfs í
borgarinnar í næstu viku og mikilvægt að bregðast við sem fyrst. Þá ætlum ég að leggja þessi bókun undir ykkur. Eru einhver athugasemdir eða bara viljið þið samþykkja þetta? Já, samþykkja allir einróma. Engar athugasemdir? Nei. Ok. Það kom hérna með þessu myndband sem með þessu erindi. Já. Ákveð hjá ráðunni fyrir að sjá þetta myndband og ég gerir tilraun til að varpa því upp hérna? Já, pröfum það. Sjáum til hvernig til tekst í tæknimálum. Má sjá. Á það bara af eða á. Þarna virðast bílar þvera gangbrautina úr portinu, já. Og það engin merkt lína þarna og engin lýsing, sýnist mér. Já. Úps. Já. Þannig að ég held að þetta myndband segi eiginlega allt sem segja þarf. Herru, þá það bara bókunin samþykkt og við vísum þessu inn í samgöngu og skipulagssvið. Herru, þá það næsti dagskrárliður, það fundardagatal fram að jólum. Viltu varpa því upp? Yes. Já. Það eru fyrstu mánudagar í mánuði. Það sem sagt 7. september, 4. október, 1. nóvember og 7. desember. Hreyfir einhverjum mótmæli við þessu? Allir samþykkir, þá það lagt fram og bara skjalfest. Þá það fastur liður málefni hverfisins til umræðu. Eitthvað sem brennur á ykkur? Nei, allir orðnir frekar þreyttir. Ekkert sem brennur, ekkert á netinu kannski sem kemur undir málefni hverfisins. Nei, ég veist ekki, það einhvern veginn allir bara ekki alveg tengdi kannski. Nei, það væri kannski, þú veist, það búið að koma svolítið mikið inn af óþægilegum fregnum inn á íbúasamtökin. Maður sem í erfiðu geðræna ástandi að ráðast að fólki og slá það í fellunum. Mikið af fólki sem undir áhrifum vímuefna, stundar innbrot og svona. Þetta alveg svolítið erfitt, þetta í einhverju svolítið mikilli bylgju núna, kemur stöðugt inn að því að maður þurfum að, sem ég kannski rætt við ykkur á, þurfum að taka náttúrulega út eða birta myndir af fólki og svo framvegis. Ég veit ekki alveg hvað þetta gerir í svona málum, ég bara, eins og ég segi, þegar við erum meðvitað, erum að fylgjast með inn á íbúasamtökunum og í nokkrum tilfellum höfum við samt bara beint á lögregluna. En hvetjum fólk að gera alltaf bara sjálft, í staðan fyrir að setja inn myndir af viðkomandi. Einmitt, þetta góð ábending að kalla bara til lögregluna. Hún náttúrulega með heimildir til þess að aðstoða borgara í kannski á þeirra verstu stundum. Þannig að get tekið undir þessa áhyggjuna, Jóhanna. Skulum vona að menn hugsi sinn gang varðandi svona myndbirtingu. Það dálítið erfitt að fást við það. Þá í rauninni fundinum bara lokið í allavega vefbirtingu. Við tökum síðasta fundardagskrá. Fyrirgeðu hvað ég segi bregðast við, en datt hans út, en það ég heyrti að því að það sé pínu svona ánægð með Lambasels-tenginguna, þar sem stendur til að tengja borgarlínuna yfir í Kópavoginn. Það eitthvað sem ég held að brenni á íbúðum þar og kringum Arnarnesveginn líka. Þetta bara komaði áleiðis hér. Já, einmitt. Algjörlega, það alveg mjög stór hópur þar sem mjög óánægður. Og hefur tekið það. Verið að posta inn á samtökin og núna með sinn eigin hóp. Þannig að
skiljanlega, þið ósátt? Já, er það að tala um Arnarnesveginn við tengingu við annars vegar við Breiðholtsbrautina og svo tenginguna inn í borgarlínan eða strætóleiðin sem á að koma inn í. Já, þetta eru alltaf 2 máli eins og þú ert að segja, Sara. Þetta eru 2 sikkurar tengingarnar. Og ég held að sé aðalega Lambhúsaleið og svo líka hitt, en kannski er þetta bara 2 mismunandi hópar, ég áttum ekki alveg á því, en þetta er allavega mikið rask fyrir hvort svæði fyrir sig. Já, við þurfum náttúrulega bara að bíða eftir að Arnarnesvegurinn komi í auglýsingu formlega. Það er náttúrulega bara þessi forkynning sem er búin að eiga sér stað. Þannig að í rauninni fengum við þessa forkynningu bara núna mér minnir að það hafi verið bara í byrjun júní. En Strætó kom auðvitað og kynnti þessa útfærslu í gegnum Lambarsselið á sínum tíma. Það er nú að verða, þegar þeir voru að leggja ný drög að leiðakerfinu, þá var þetta inn á borðinu þar. Þannig að, en takk fyrir þetta, Jórunn. Við þurfum bara að fylgja þessu eftir og fá þetta þá betur þegar við vitum meira, sko. Það er svolítið erfitt að vera ekki með þetta í höndunum. Kannski bara alveg sama stað, þá voru sprengingar á útvarpsloftnetunum sem voru teknar niður hérna í vikunni. Það fór alveg á milli hluta að kynna það, fólki var aðeins brugðið og fannst svolítið svona óeðlilegt að sprengingar væri bara svona rétt við íbúasvæðin án þess að nokkuð fengi ábendingu það. Þetta fór alveg fram hjá mér, sko. Ég get tekið undir með þetta. RÚV eru upp á Vatnsendahæðinni, það sem Arnarnesvegurinn á að standa. Og fólki fannst þetta bæði óhugnanlegt að þetta var sprengt bara yfir miðjan dag, þarna einhverjar stoðir og turninn felldur, og af því að það var bæði hávaði sem myndaðist af þessu, öryggi kannski lagt í hættu, það er mikið fólk þarna að gangi með dýrin sín, hundarna sína sérstaklega, og svo líka fannst þeim eins og það væri þarna sýnt fram á að alveg sama hvað þeim þætti var enginn að hlusta á þeirra skoðun varðandi Arnarnesveg. Það var svolítið svona, mikið reiði. Já, Erla, gjörðu svo vel, þú varst búin að rétta upp hönd. Já, ég vil bara taka undir þetta einmitt að ég frétti einmitt að þessu og fólk var frekar ósett hérna í Seljakörunni við þetta. Bæði líka bara fólki brá og eins og ég segi, það er mjög óþægilegt þegar maður kannski, eins og ég segi, úti að labba með gældinni sér og jafnvel, sko, þarna eru sumir sem að leyfa hundunum aðeins að hlaupa, sko. Þannig að þetta var frekar óheppilegt að fólk vissi ekki af þessu. Ég veit ekki hver það var sem sprengdi, vitið þið það? Voru þetta bara einhverjir einkaaðilar eða verktakar? Ég þekki ekki til. Ég hef ekki hugmynd, það var ekki fyrr en ég sá bara fullt að reiðu fólki. Já, einmitt. Þannig að þetta er bagalegt að láta ekki fólk vita. Þetta ætti væntanlega að vera eitthvað svona leyfisskyldu eða gert í samfélagi við heilbrigðiseftirlit, þannig að þetta er væntanlega borgin upplýst þetta áður en þetta er gert. Sagt á ábyrgðar. Einmitt. En við erum allavega búin að tæma dagskrá sem er send út. Næsti dagskráliður er lokaður, umsókn í Hverfisgötu. Ég ætlaði bara að þakka fyrir góðan fund og gott þolgæði ykkur. Það er langur fundur. Já. Slökkva það á streyminu? Já, nú slökkvum við á streyminu og þökkum bara fyrir.